nei, þá segir Reykjavíkurborg, nei, við ætlum að fá þessa bílastæðalóð. Það er að segja bílastæðalóðina sem Arnarhvoll var búin að fá og að þeir ætlu ekki að borga neitt fyrir hana. Og hann segir bara, heyrðu, það náttúrulega gengur ekki. En hann var bara einfaldlega kúgaður til þess að láta þetta hendi og athugið það, og hann bendir á þetta líka, að Reykjavíkurborg segist ætla að nýta sína krafta til þess að sjá til þess að þetta verkefni verði aldrei klárað og þeir munu alltaf finna eitthvað að því ef hann sem sagt væri ekki tilbúin til þess að láta lóðina hendi. Þannig að sko, þetta er eitthvað svona með því sturlaðara sem ég hef heyrt núna í seinni tíð. Þarna er Reykjavíkurborg að segja að þeir ætla að nýta krafta sína það hvernig þeir geta fundið eitthvað að senda einhvern frá byggingafulltrúa öðrum, einhvern verkfræðing á staðnum til þess að finna alltaf eitthvað til verkefninu til foráttu ef að hann væri ekki tilbúin til þess að gefa Reykjavíkurborg bílastæðalóðina. Þetta er einhver svona sturlaðasta spilling sem ég hef heyrt úr byggingareininni og ég hef fylgst vel með í mjög langan tíma. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem ég heyrði í gær frá honum Karli og ég bara biðst forláts ef ég var að skilja þetta vitlaust, en ég held að ég hafi ekki verið að skilja þetta vitlaust því hann sagði nákvæmlega svona frá þessu. Reykjavíkurborg var að nýta sína krafta til þess að snúa upp á hendina á verktaka svo hann myndi gefa þeim bílastæðalóð. Bílastæðalóð í Skipholti er mjög dýr, en þeir segjast ætla að nýta sína krafta með leyfisbréfum og öðru og leyfisveitingum til þess að hann myndi ekki geta klárað verkefni sitt. Og svo situm við hérna og ég meina ef að þetta er eitthvað sem hann er tilbúin til að segja þarna, út af því að við vitum náttúrulega að verktakar eru líka skítrættir við allt sem að viðkemur opinberum skipulagsmálum, því að ef að þeir eru með einhver derring, og það hefa fleiri lýst þessu sem að hafa komið hingað til mín, ef að þeir eru með einhver derring það að þeir vilja hátta hlutum á ákveðin máta og ekki ákveðin máta, að þá þurfa þeir að gera sig grein fyrir því að þeir fá ekki ný verkefni ef að þeir eru að fara að segja eitthvað svona. Þannig að ég held að sko, ef að Karl kemur þannig fram og segir frá þessu, að þá er hann náttúrulega bara að setja sig í ákveðina hættu gagnvart skipulagsvöldum í bæði náttúrulega Reykjavíkurborg en líka annars staðar.